Þú sagði mér frá því að þú hefði farið í svona aðgerð hjá klíninginni. Já. Var það hjáveita? Það var mín hjáveita svo kvöldi. Já, ég sem sagt var farin að finna, ég alltaf, frá því ég var innan við 20 þá hef ég verið of feit sko. Já. Og svona, ég leit ekkert á þetta sem aukakíló heldur aðalkíló bara. Já. Ég var aldrei að gera neitt sérstakt til að losna við þau sko. Nema fyrir svona 10-12 árum þá hætti ég mest að borða sykur sko. Já. Sem að virkaði nú ágætlega. Og ég gat fresta sykursýkinni sem að ég vissi að ég myndi fá þó nokkur ár en svo var hún komin. Já. Og ég var fann að finna fyrir ansi mörgum fylgikvillum svona af offitun og ég og vissi ekkit hvað ég ætti að gera eiginlega. En svo áttaði mig á því sem að enginn hafði sagt mér frá fyrir sko. Jú, auðvitað hafði mér verið sagt frá því. Það var læknarnir voru alltaf að segja mér sko, þú veist þú þarft að léttast. Já. Ég vissi það alveg sko. Já. En ég vissi ekki alveg hvað það myndi hafa í för með sér og til dæmis ég á búin að vera með kæfisvefn í mörg ár. Já. Svo hafa alltaf með svefnöndunartæki. Já. Og svo var mér sagt að við svona aðgerð þá hyrfi kæfisvefnin í mjög mörgum tilvikum. Já. Og sykursýking gæti, ekki horfið, hún gerir það ekki, hún gæti nánast lagst í dvala, blóðþrýstingurinn myndi lækka og allt þetta. Og ég hugsaði, heyrðu býtu, ég geri þetta. Ég var ekkert að hugsa að fara á þyngdarstjórnun að lifa eitthvað svoleiðis. Ég vil bara gera þetta almennilega, ef svo má segja. Já. Ekkert, þó að ég meina, þyngdarstjórnun að lifin virka fyrir marga, en það eitthvað sem maður þarf bara að halda áfram, sko. Og ég vissi alveg að þetta var ákveðin áhætta, en ég fór á klínikina. Já. Ég sagt að segja, sko, ég var bæði það þung og með það marga fylgikvilla ég hugsa ég hefði geta farið sko, fengið þetta niðurgreitt að fullu. Já. En mér fannst það bara ekki rétt vegna þess að ég var að hugsa, sko þetta allt mér að kenna. Þetta mitt óholla líferni og það bara mátulegt af því ég áfyrir svona aðgerð að ég borgi hana sjálf og ég gerði það og ég fór í þessa aðgerð sem sagt og hún tókst svona rosalega vel. Já. Hvernig var þetta, hvað langur svona tími þar sem þú ert að bara geta staðið fætur og svona, það bara strax? Strax. Já. Og maður þarf að vera á fljótandi svona fyrstu kannski 2 vikurnar og svo passa sig hvað maður borðar. Já. En hvernig var, þú segir þetta hafi verið þér að kenna, varstu þá að borða mikið eða varstu að njóta, fannst þér vera einhverju huggun í, maður eru margir sem tala það að bara borða sér bara eitthvað svona sefun? Mér fannst bara matur góður og svo var ég alltaf að gera tilraunir og ég ekki mikið fyrir matarsón, þannig að einhver þurfti að, og þó ég væri alltaf að bjóða fólki í mat eða fara með eitthvað í vinnun og svona, þá borðaði ég tölvört mikið að þessu sjálf og svo ég hreyfði mig mjög lítið og svona, sko, þannig að. Já, náttúrulega erfitt að hreyfa sig ef maður er orðin of þungur, þetta svolítið hefst í hendur. Einmitt. En hvenær fórstu í? Það eru rétt 2 ár síðan. Já. Og ég bara, ég byrjaði strax að léttast og svo bara léttist og þangað til að fyrir svona tæpu ári, sko, ári eftir aðgerðina þá var ég komin þangað sem ég vildi vera, sem eins og ég núna. Já.